og við byrjum sem sagt á verkefni 1A og hérna komið skilahólf fyrir það. En verkefni sjálft undir efni. Förum við í efni og hérna höfum við verkefni. Það eru verkefni í áfanganum og hér höfum við 1A. Það fyrsta verkefni í stýriliðanum. Það sem við lærum svolítið stigaritt og svoleiðis. Sjá, svo opna þetta. Og þá sjáum við hérna stýriliði Easy. Það tæki sem við notum í þessu verkefni. Og þið sem sagt skilið bæði þessu Word-skjali inn og einhverjum fleirum myndum eins og stigarittinu og ýmsu fleiru. En yfirleitt þá hérna límum við myndir úr forritinu, stigarittsforritinu hérna inn og við hérna framkvæmum aðgerðir á stýriliðanum líka, jafnóðum. Og hérna við byrjum á því að hreinlega að tengja þennan stýriliða og stýriliðinn hann með hérna ekki bara 5 takka hérna heldur af því að það eru 4 möguleikar hérna á þessum rofa sem hérna hringur. Við sjáum það ör upp, ör til hliðar, ör niður og ör til vinstri og þetta kallað svo sagt P1, P2, P3 og P4. Þetta nota þessa örvataka til þess að eins og þrýstirofa og hægt að kveikja og slökkva á ýmsum hlutum með þeim. Og síðan höfum við hérna fyrir ofan, eða sem sagt takki sem við notum mest, það OK-takkin hérna. Það sést nú voðalega illa við á þessu, en ég ætla að reyna að stækka þetta upp. Það stundur sem sagt OK á þessum takka hérna, hann notum við allra mest. Bara þegar við byrjum, eftir að við erum búin að setja spennu á stýriliðan, þá smellum við OK-takkan, þá fáum við val það að ef við farum að forrita eða hreinsa minnið. Og það akkurat það sem við ætlum að gera núna fyrst. Það að fara í að hreinsa minnið og það hérna í verkefninu sem að hér minnið hreinsað. Og þá förum við og smellum á OK og förum í prógram, síðan delete prógram og svo að staðfesta. Þetta það sem við byrjum á. Ég ætla að átökum bara að fara í gang með það. Ef að stýriliðin á run, þá þarf að breyta í stopp. Því að þá sjáum við hérna stopp vera blikka eða farið á það og þá hægt að hreinsa minnið. Já, við komumst ekki inn í það nema að að við stoppum keysluna ef að stýriliðin á run. Því að annars getum við ekki hreinsað minnið nema að stoppa fyrst. Og þá, þegar við erum búin að í þá stopp, þá breytist textinn í run. Þannig á hann að vera til þess að fara svo aftur upp í prógram og svo delete prógram og staðfesta. Þá setjum við inn þessar 4 línur í stigariti eða 4 rimar og efsta rimin með inngangi fyrir afárofa og útgangurinn venjulegur Q1, ytri útgangur sem að kemur bara inn ef að rofinn virkur og fer út þegar slökkum á rofunum. Næst I2, það á að vera þrýstirofi, startrofi fyrir set Q2 og þá veljum við það hérna. Já, en
hvernig eru stillingarnar á forritinu ef við förum hérna í View og þá erum við merkt grid lines og líka display format hérna og hér í þessu display format þá veljum við ANSI CSA, það þannig hjá þér? Og display comments. Við förum í View og display format. Það ekki svona. Já, og þá haka við næstneðsta og neðsta. Þá áttu að fá þetta alveg eins og ég með þetta. Ok. Og stopprófin, sko, við þurfum að stilla rófana líka á eftir. Það I3. Útgangurinn hér reset Q2. Af því að set Q2 var hérna, þá þarf ég að slökkva á hérna með reset á Q2 og I4, það þrýstirofi sem að slekkur og kveikir á Q3 sem að þá kippliði. Svona. Og nú þurfum við að passa upp á að rofarnir séu réttir. Fyrst af á rofi, næsti þrýstirofi start, I3 þrýstirofi stopp og I4 þrýstirofi normally open líka. Erum við búin að passa upp á að þessi rofa séu réttir, strákar? Það stillt með takkanum sem efst í þessari tækjastiku hérna til vinstri. Þeir eru ofan hendina hérna. Smellir á þennan takka hérna. Já, þá færðu þennan flöt hér, þar sem við stillum hvernig rofarnir eru. Og það búið. Þú ekki búin að þessu. Þið þurfum að gera þetta líka. Og sem sagt, þegar við prófum þetta þá sjáum við að hérna höfum við af á rofa hérna í einum, hann kveikir og slekkur á útgangi í Q1, þrýstirofi á I2, startrofi sem kveikir á, já, nú I3, já. Þar vantar neitun hjá mér, þess vegna virkar hann ekki rétt. Laga það. I3 á að vera með neitun, hérna, það stopprófin. Þess vegna virkar þetta ekki hjá mér, því að ég með stanslaust merki út á resetið hérna, á Q2. Og núna á þetta að vera í lagi. Og ég ræsi hérna útganginn, Q2, og svo stoppa ég slekk með því að rjúfa I3. Og þá kemur neitunin með merki út á reset Q2 og síðasti þá ég að kveikja með ströym púls út á Q3, það svona stuðströmsrofi eða kippiliði, það þarf að fá eitt stuð til að kveikja og annar stuð til að slökkva. Þá erum við búin að fara yfir þetta. Þá höldum við áfram yfir í inngangar rannsakaðir og þá ætla ég að fá nýtt hér. Og tvísmeti hér og fæ það samanburðarþáttur að láta bera saman tvo innganga. Þá hérna fæ ég ég þarf að stækka þetta. Jú. Til að hérna fá þetta fram hérna það var svo langt í burtu. Þá fæ ég hérna A1 og hér get ég látið að bera saman tvo innganga, sem sagt I7 stærri eða jafnt og I8, ég ætla að velja það, accept,
og setja það bara strax út á útgang. Bara nýtt forrit, eða nýtt stigarit, þannig að ég vel bara Q1 aftur hérna. Ég bjó bara til nýtt skjal. Auðvitað gæti ég haft þetta hérna fyrir neðan og notað Q4 og svo framvegis, en það er alveg hægt að gera það. En ég ætla bara að hafa þetta einfalt. Hvernig ég breytti yfir í A1, þá ég tvísmelti hérna og hér fann ég sem sagt ýmislegt, sko, A-ið er hérna fyrir ofan á valglugganum. Þú ert bara með þetta á einhverju reit hérna og þú finnur A-ið, smellir á A-ið og þá færðu A hérna og velur svo númerið. Er það komið? Já, þá skoðum við þetta hérna. Þá hefur við þannig að I7 er stærri eða jafnt og I8. Við erum með 2 stilla á vélinni eða 2 stilli viðnám þar sem við getum stillt spennu frá 0 til 10 volt. Og ef við setjum þetta bara í gang núna þá sjáum við hérna, það eru 2 sleðar hérna og nú sem sagt, ef ég færi til dæmis I8 upp í 5 volt, hérna er komið upp í 6 volt, ég ætla að breyta þessu í 5 volt, ég get skrifað bara hérna 5 og enter, þá fer hann bara í 5 volt og þá get ég hérna fært I7 sleðan upp og niður og hérna ef ég fer með I7 upp fyrir spennuna á I8 upp fyrir 5 volt, þá verður útgangurinn virkur, það kemur með háttgildi og ef ég fer svo aftur tilbaka þá slokna á útganginum, þá er spennan orðin lægri heldur en á I8, lægri á I7 heldur en á I8. Prófið þetta. Þá ætlum við að fara í næsta lið í verkefninu sem er í 1.4 að samanburðarþáttur er látin virkja útgang þegar inngangur 7 er hærri en 6,4 volt. Ok. Ég ætla aðeins að taka þessa mynd og setja hann inn í verkefnið. Ég nota snipping tool í því. Og þá fæ ég hérna þetta hér og skelli því hérna inn. Og þá förum við þetta hérna. Hérna er myndin sem að sýnir hvernig þetta á svo að virka og hvernig fer ég þessu? Jú, ég ætla að breyta hérna þessum, ég þarf að smella stopp fyrst og breyti þessu saman bara þetta hér þannig að við berum saman inngang 7 og tölugildi. Ef inngangur 7 er hærri eða jafnt og value. Og hvað átt þetta að vera 6,4 volt? Ok, þá skrifa ég hérna inn í gildi hérna 6,4 en þá notum við punkt. Þetta er bandarískt forrit þannig að við notum ekki kommu heldur punkt. Og svo smellum við á 6.4 og svo smellum við á accept. Ok, þá prófum við þetta, setjum á play og ég með þetta í upptöku og hérna þá þegar ég keyri hérna fyrir ofan 6,4 volt þá verður útgangurinn virkur og ef við fer niður fyrir
6,4 þá sloknar á útganginum. Hérna er ég með 6,4 volt, ef ég fer niður fyrir það í 6,3 þá verður útgangurinn slöktur. Akkurat hérna er ég með 6,4 volt og þá er útgangurinn virkur. Og þetta er eins og er nú þegar í verkefni hjá mér sýnt. Já, og til þess að fá þennan glugga fram, glemdi að sýna ykkur það, þá tvísmetlum við á A og þannig hérna, A1 og hvert fór hann? Hérna þá gefur við hérna. Hérna er 6,4 volt og þá er útgangurinn virkur. Þá er þetta bara orðið eins og myndin sem ég var með. Ok. Tvístöðureglir virkar eins og hérna í lið 1.5 með samanburðarþátt sem er látin virkja sett útgang þegar inngangur 8 er hærri en 7,3 volt og slökkva með reset þegar inngangur 8 er lægri en 4,2 volt. Og þá gerum við þetta þannig að svona við erum hérna með við þurfum að breyta útganginum hérna í set Q1 og svo hefur við annan samanburðarþátt sem heitir A2 og hann á þá að gefa merki út á reset á Q1 og þá við þurfum að breyta A1 hérna. Hann á að vera þannig að inngangur 8 er meira eða jafnt og eitthvað gildi sem er þá 7,3 og svo þegar að gildið er komið niður fyrir 4,2 inngangur 8 er minna eða jafnt og 4,2 þá á að slakna og þá skulum við skoða hvort það virkar rétt. Setjum í gang og fáum hérna stýringuna hér. Inngangur 7 skiptir ekki máli. Tökum hann niður. Þegar að sjá, hérna hefur við gildið á inngangi 8 og þegar að spenna verður komin upp í 7,3 volt þá verður útgangurinn hár og þá getur við hugsað okkur að við verðum að kæla niður eitthvað, þá kemur einhver kælivifta í gang og svo kólnar ástandið og við förum hérna niður fyrir 4,2 volt. Þá verður reset merki á Q1 og slöknur. Þá erum við komin með stýringuna fyrir lið 1.5. Lið 1.6 er síðan klukkuverk og þá listum við þetta. Setja þess að eins sem tvístöðuregli og nú fæ ég nýtt. Klukkuverk er þá í H fyrir hours og númer hérna 1 og við fyllum inn í þetta alla virka daga þá er sem sagt frá mánudagi til föstudags og frá 7 til 7:30 og aftur kvöldin 18 til 18:30 og 7:00 til 7:30 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 og 7:00 til 7:30
07 30 og parametrar því það við getum farið framan á vélina og breytt því og aftur mánudag til föstudags þá erum við með 18:00 til 18:30 og svo getum við sett tíma að kveikja og slökkva í dag til þess að sjá hvort það virkar. En þetta er stillingin sem við erum að gera hér. Og þá er það næst að fara auðvitað tímaliða með fyrst senkun og tengingu, sem sagt seinni inn tímaliða. Já, þetta er það. Og útskýra hvernig þetta virkar. Ég glemdi að setja hérna útganginn hérna. Q1 bara venjulegan útgang. Svona, þetta er klukkuverki sem við vorum með áðan. Ok, og þá er það næst tímaliði, þá setjum við upp þessa rás. Ok, svona og setjum inn, setjum 5 sekundur, 0,5 hérna, accept. Og þetta stigaritt getum við notað til að prófa alla tímaliðina. Við erum að breyta rofunum sjálfum. Og við höfum hérna reset á T1-um. Og svo höfum við hérna tímalega snertuna hérna. Og Q1. Lögum við rofana, allir rofarnir eru þá, já, fyrsti er af á, við getum haft hann líka sem normally open þrýstirofa, í 2 er normally open þrýstirofi, í 3, já, við þurfum ekki að nota og í 4 ekki heldur og við þurfum bara að smetla á OK til þess að breyta þessu og setja í gang og við sjáum hérna ef við skoðum tíman svona þá telur tímaliðin upp í 5 sekundur þegar við höldum inngangsmerkinu inni. En ef við sleppum því þá dettur talningi niður og við getum talið aftur. Telur upp í 5 sekundur, útgangurinn verður virkur. Þetta er grundvallar set inn tímaliði og síðan gætum við að stoppa talninguna með resetinu, þetta er sjaldan notað að hafa reset á svona tímalega. En þannig að nú getum við farið að lýsa þessum mismunandi tímaliðum hérna. On-delayed er venjulegur set in tímaliði. Hann þarf inn-merki stöðugt til að útgangur komi inn eftir innstilltan tíma. Svona, og næsti tímaliði er
með tilvíðanlegakenndum tíma on delayed with random time. Það alveg eins, en hann bara með stöðugt merki þegar útgang komi inn eftir tilvíðanlegakenndan innstilltan tíma, innan þess tíma. Single pulse virkar þannig, ef við breytum þessum í single pulse, að hann gefur púls í innstilltan tíma, alveg sama hvort að innmerkið stutt eða langt. Prófum að breyta honum, þennan, og setjum það í kannski 3 sekúndur hérna og setjum í gang. Gefum stuttan púls, þá verður útgangurinn virkur í 3 sekúndur. Þessu út. Líka ef við höldum rofanum inni lengri tíma, að þá slekkur hann eftir 3 sekúndur. Og eins getum við resetta púlsinn hvenær sem út með reset. Svo þá lýsum við þessu hérna að single pulse, sem við kallaðum monoflop, að hann pulse kemur í innstilltan tíma ef innmerkið stutt eða lengra en tíma stillingin. Við segjum hérna 3 sekúndur þess innstilltan tíma til með 3 sekúndur. Og svo ég gerði hérna. Svona. Off delayed venjulega sett út tímaleiði. Notaður í stigagöngum. Og hann telur sig út eftir kemur strax inn og byrjar að telja sig út þegar við sleppum rofanum. Kemur strax inn þegar rofinn gefur samband á í 1. Og byrjar að telja út þegar við sleppum rofanum. Það hefðbundin
set út tímaliði. Og þá er þetta með hérna tilviljunarkenndum tíma, þá hérna set út tímaliði. Það gæti kannski ekki endilega nota þær í stegagöngum. Set út tímaliði með tilviljunarkenndum tíma. Kemur strax inn þegar rofinn gefur samband á einn og byrjar að telja út þegar við sleppum rofanum. Ok, síðan er flashing. Þetta er rauninni bara púlsgjafi. Meðan innmerkið er á, þá gefur útgangurinn púlsa. Já, til dæmis 1 sek púls. Þá stillum við það hérna í og ef þetta væri púlsgjafið, setjum við 1 sekúndu hér, hérna púls og smellum á accept og þá setjum við merkið á, kannski betra að hafa af á innmerkið og setjum hann inn og þá púlsar útgangurinn með 1 sekúndu púls. Svona. Og næsta atriði eru teljarar. Og þá setjum við upp þetta stigarit. Og breytum þessu þá í C. Ok, það segir hérna tímaleiði. Og hérna kemur þá teljari, C1. Það telja upp í 10. Og svo höfum við reset, já, direction fyrst hérna. C1. Og síðan erum við með reset. Og með I2, I3 hérna. Og C1 með snerti hér. Og við erum með út í útgang. Wait. Þá er að laga rofana. Þá höfum við þrýsturofa start hérna af á talningaráttina og resetið er bara þrýsturofi og þá er það komið. Prófum þetta. Teljum upp í 10. Við komum upp í 10, útgangurinn virkur, getum haldið áfram að telja upp. Við komum upp í 14, 15 hérna. Svo getum við talið niður. Ef við setjum talningaráttar einganginn inn,
háttgildi, D fyrir direction, svo teljum við áfram inn með í einum, en þá gerist hvað? Það lækkar talan hérna í teljaranum. 12, 11, 10, 9, þegar við komum undir 10, þá verður útgangurinn ekki lengur virkur, því að samanburðurinn eða þess að talan er komin undir innstilta teljara setpoint eða talningartöluna sem við ætlum að telja upp í. Ef við slökkum aftur á talningaráttinni og gefum annan púlsinn, þá fáum við 10. stikkið aftur og þá er hátt á útgangi. Þannig virkar teljarinn og svo getum við resetta teljarann með í 3. Þá fer bara í 0. Og þá getum við byrjað að telja upp á nýtt. Svona, þá er þetta komið og hvað er þá meira? Er þá verkefnið búið? Já, ég syns það. Þá segjum við þetta gott.